Komið þið sæl og velkomin að þennan kynningafund umhverfismatsskýrslu Sundabrautar. Það er gaman að sjá hvað margir hafa komið og hafa áhuga á þessu verkefni. Vegna þess að, við erum verið við það að það var mikill áhuga, þá þurftum við að skipta um staðsetningu og sem var mikil hlaupaði, við gerum það bara fyrir 2 dögum. Þannig að ég byrst afsökunar ef þetta er ekki nógu gott hjá okkur. Allavega ættu allir að sjá mjög vel og heyra allir vel. Endilega láti vita að það heyri stíla því að þetta er svona hljóðmix. Fínt. En við finnum bara að hefjast handa. Ég ætla að minna á að þetta er kynningarfundur umhverfismatsskýrsluna og við erum hér til þess að kynna ykkur það sem í henni felst. Og það verða hér margir sérfræðingar til þess að fara yfir þessi sem ég sjáðu hér og þessuna fleiri á eftir og síðan verða stöðvar hérna frammi þar sem þið getið eftir spurningar að loknum erindum forvitnast betur og meira framkvæmdina og tala beint við sérfræðingarna og spurt margar spurningar í einu eða hver í kjölfarið á annari. En það sem þetta er kynningafundur og þá leggjum áherslu á að við erum ekki þannig séð að aðstoða ykkur við það að geta skilað inn umsögn eða athugasemdum framkvæmdina sem skilast inn til skipulagsstofnunar, inn á skipulagsskáttinni og allt sem þið setjið þar inn, umsögn eða athugasemd, því verður svarað á einn eða annan hátt í skýrslunni sjálfri. Þannig að það sem þið segið þar kemur í loka skýrsluna. Þannig að við erum svo sem ekki mikið hér að rökræða eitt og annað heldur aðalega að reyna að upplýsa ykkur og svara ykkar spurningum og hvað er þá óljóst þannig að þið getið tekið afstöðu til málana á betur upplýstan hátt. Formið verður þannig að það verður þessi erindi hérna fyrst og þau taka alveg langleiðin í klukkutíma af því að þetta er rosalega viðamikið verkefni og mörg horn að líta þannig að það tekur svolítið tíma að fara yfir þetta þó að þau munu reyna að flýta sér að koma sem mestum upplýsingum á framfæri. Eftir það verða síðan spurningar og við fáum hér fleiri sérfræðingar til þess að svara því sem þið viljið spyrja en það er mikilvægt að spurningarna séu stuttar og hnýtorðnar allavega að ekki að leggjast í ræðuhöld. Það kann ekki góður lukka stýra fyrir neitt af því að við viljum reyna að svara sem mestu. En við höfum ekkert endalausan tíma því að bíóið ætlar að bjarga Private Ryan klukkan 8. Þannig að við þurfum við getum ekki haldið áfram hér í allt kvöld. En að þessum formála loknu þá skulum við bara hefjast handa og Guðmundur Valur Guðmundsson sem er formaður verkefnisstjórnar Sundabrautar og er framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni, hann ætlar að byrja. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Það er bara mikil ánægja að vera með ykkur í dag. Ég heiti Guðmundur Valur og er formaður verkefnisstjórnar með undirbúningi Sundabrautar. Verkefnisstjórnin, hún er skipuð af innviðaráðherra og er skipuð fulltrúum Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Sambands íslenskra sveitarfélaga og innviðaráðuneytisins. Fyrir rétt rúmlega 2 árum, 5. október 2023, vorum við hérna ekki hér en á kynningafundi fyrir íbúa Grafarvogs og nágrennis í Rímaskóla og þá vorum við að ræða matsáætlun Sundabrautar. Það sem verður að kynna hvernig var fyrirhugað að standa að umhverfismati framkvæmdarinnar. Alls bárust 110 umsagnir við matsáætlunina haustið 2023. Tíminn er fljótur að líða en undanfarin 2 ár höfum við nýtt vel til rannsókna og útfærslu á valkostum sem ákveðið var að skoða í umhverfismati framkvæmdarinnar. Sem birtist hérna á þessum sameiginlega fundi Vegagerðar og Reykjavíkurborgar kynningu á umhverfismati framkvæmdar og svo drögum að aðskipulagsbreytingu vegna Sundabrautar. Og vil ég sérstaklega þakka Reykjavíkurborg og þeirra fulltrúum í vinnunni fyrir gott samstarf og framlag til verkefnisins á undanfarnum misserum. Borgin kom jafnframt upp samráðshópi íbúasamtaka og kjörinna fulltrúa sem fylgt hefur verkefnin eftir og kom með mikilvægar athugasemdir og sjónarmið undanfarin 2 ár sem er til þess fallið að gera verkefni betra eins og það birtist hér í dag. Það ber að taka fram að öll þessi vinna sem við erum að leggja fram og að kynna fyrir íbúum og öðrum hagsmunaaðilum er afrakstur fjölmargra sérfræðinga hjá Vegagerðinni, Reykjavíkurborg, aðráðgjöfum okkar við umhverfismati frá Efli verkfræðistofu, auk þess eru fjölmargir rannsóknaraðilar, sérfræðingar í hafstraumum, dýralífi, fornleifum, byggðamálum og svo lengi má telja.
Og þetta erum við nú að leggja á borðið til að geta lýst þessum áhrifum sem framkvæmdin hefur á umhverfi, íbúa og samfélag. Við erum búin að gefa okkur góðan tíma. Það eru 2 ár sem við kynntum matsáætlunina á opnum fundum og það er ekki af því að við höfum verið að slugsa eða kasta allir hendinni. Heldur við markmið verið að velta við hverjum steini, skoða allar hugmyndir sem hafa komið upp á leiðinni til þess að geta svarað sem flestum áhyggjum íbúa og annara og reyna þannig að skapa sem víðtækasta sátt verkefnið. Og það er mín von að það mun takast að draga upp niðurstöðurnar á aðgengilegan hátt fyrir ykkur á fundinum hér í dag í kynningunum og til að skoða næstu vikurnar og allt það efni sem er aðgengilegt á vefnum, það er matskýrsla, sérfræðiskýrslur og ekki síður vefsjá þar sem hægt er að skoða hluti á myndarinnan hátt í kortaformi. En okkur er Vegagerðin, einhverjir spyrja sig okkur Vegagerðin hefur skoðun á hvar stoppvegir og stoppbrautir liggja höfuðborgarsvæðið. Það er skýrt í vegalögum að lega þjóðvega skuli ákveðið í skipulagi að fenginni tillögu Vegagerðar að höfðu samráði Vegagerðar og skipulagsyfirlit á hverjum stað sem í tilfelli Sundabrautar er Reykjavíkurborg. Vegagerðin hefur svo verið falið af innviðaráðherra og Alþingi að undirbúa framkvæmdir við Sundabraut á grundvelli laga um samvinnuverkefni, á grundvelli þingsályktun um samgönguáætlun, þar sem gert er ráð fyrir að einkaaðili annist fjármögnun, taki áhættu og gerð og rekstri Sundabrautar og það er gert ráð fyrir að gjaldtaka af umferð standi undir kostnaði við hönnun, framkvæmd, viðhald og rekstur. Það er ástæða fyrir því að við höfum leitast til að vanda okkur og það er rétt að rifja örstuð upp forsögu Sundabrautar sem hefur verið á skipulagi í Reykjavík langa hríð, var tekin í tölu þjóðvega árið 1995 og hófst þá undirbúningur að gerð hennar sama ár í samvinnu Vegagerðarinnar og þáverandi embætti borgarverkans í Reykjavík. Það voru fjölmargar leiðir skoðaðar með nokkrum hliðum. Undirbúningur var vel vega á komin 2005 til 2008. Mat á umhverfisáhrif var langt komið á 2 megin valkostum við Þverun Kleppsvíkur, Sundagöngum og svo kallar Egilslausn innar í Elliðavogi. En á þeim tíma náðist ekki samstaða milli Reykjavíkurborgar og Vegagerðar valkost og hvað skildi stefnt að og því lá undirbúningur mestu niðri frá 2010 til 2019. 2019 var settur saman vinnuhópur sem fór yfir helstu valkosti sem hafi verið til skoðunar í gegnum tíðina. Niðurstöðum þar voru að lágbrú og innrileið sem Vegagerðin hafi metið hagkvæma kostinn var ekki lengur möguleg þannig að henni hafi verið hafnað í aðalskipulagi Reykjavíkur. 55 metra hábrú með tengingu við Sæbraut milli Klepps og Holtagara var dýr og hefði ómikla truflun á hafnarstarfsemi, botngöng voru jafnframt dýr og hefði mikla röskun á hafnarstarfsemi. Niðurstöðurnar voru þá að það voru bara 2 megin valkostir eftir, jarðgöng yfir í Gufunes og svo brú sem þveraði hafnarsvæðið við Kleppsvík, mögulega í framhaldi af Holtavegi. Á árið 2020-2021 voru annar starfshópur að störfum með fulltrúum Vegagerðar, Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafna, samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Enn eitt starfshópurinn hugsaði einhverjir, en meginverkefni hópsins var að endurmeta hönnun og kostnaðaráætlanir þeirra valkosta sem voru taldir standa eftir. Sundagöng og Sundabrú við Þverun Kleppsvíkur voru endurmetnar, þannig að þeir tengdust öllum nýjustu hugmyndum skipulag aðliggjandi byggðar, áformum uppbyggingu annarra samgöngumannvirkja og svo til uppfella nýjustu kröfur útfærslur samgöngumannvirkja í þéttbýli. Það leiddi af sér niðurstöður og í framhaldinu rituðu þáverandi innviðaráðherra og borgarstjóri undir viljayfirlýsingu samstarf varðandi frekari undirbúning og umhverfismat framkvæmdar. Og á þeim grunni höfum við unnið til dagsins í dag í samstarfi við Vegagerðar og Reykjavíkurborgar. En hvað er umhverfismatið? Það er lögbundið ferli við undirbúning framkvæmda og er einn þáttur í aðdraganda þess að fá útgefið framkvæmdaleyfi. Það leggur grunn að mótvægisaðgerðum og vöktun sem nauðsynleg eru talin og svo hefur þá Vegagerðin álit skipulagsstofnun til hliðsjónar við umsókn framkvæmdaleyfi og þarf að rökstyðja sérstaklega ef valinn er valkostur sem hefur meiri umhverfisáhrif en annar sem hefur minni áhrif. Framkvæmdaleyfi þarf jafnframt að vera í samræmi við skipulagsáætlanir og í dag sjáum við hvernig samþætting ferla umhverfismats framkvæmda, breyting á skipulagsáætlun getur gengið fyrir sig. Og að þessu loknu ferli við umhverfismat þá mun Vegagerðin gera formlega tillögu að aðalvalkosti til Reykjavíkurborgar til að útfæra skipulagi. En hvað er Sundabraut? Sundabrautin er ný stoppbraut á höfuðborgarsvæðinu sem liggur frá Sæbraut að Kjalarnesi og er hluti af stoppvegi sem tengir saman allt höfuðborgarsvæðið. Með greiðfærum vegi sem liggur eftir Reykjanesbraut, allalega frá Hafnarfirði, í gegnum Garðabæ, Kópavog og Reykjavík og upp á Kjalarnes.
Og markmiðin með byggingu Sundabrautar, eins og það hefur verið skilgreinda vegagerð og Reykjavíkurborg og birtust þá í matsáætlun umhverfismatsins, eru eftirfarandi að bæta samgöngu fyrir alla ferðamáta á norðurhluta höfuðborgarsvæðis, bæta tengingu vestur og norðurlands við höfuðborgarsvæði, auka hagræði fyrir atvinnuumferð, bæta tenginga Grafarvogs við svæði Vestari-Elliðaá, dreifa umferð á fleiri leiðir og létta umferðarþunga og svo auka samfélagslega ábata með styttri ferðatíma, vegfarenda, minni akstri, minni útblæstri og mengun vegna styttri leiða frá höfuðborgarsvæðinu og innan þess. Í matsskýrslunni er nokkrum valkostum lýst og Andri Gunnarsson mun hér eftir lýsa þeim valkostum sem umhverfismatið nær yfir. Ragnhildur Gunnarsdóttir mun svo fara yfir mat á umhverfisáhrif framkvæmdarinnar og Haraldur Sigurðsson frá Reykjavíkurborg hvernig ferli við aðalskipulagsbreytinguna verður næstu mánuðina. Þannig ég ætla ekki að útlista þá frekar. En eins og ég kom inn á áðan, þá er gert ráð fyrir að gjaldtaka af umferð standi undir uppbyggingu og rekstur Sundabrautar. Það er gert ráð fyrir að gjaldtakan standi yfir í alltaf 30 ár. Upphæð veggjaldanna getur haft verulega áhrif á eftirspurn eftir notkun brautarinnar og þurfa tekjurnar að standa undir fjárfestingu og endurgreiðslu fjármögnunar. Þannig að raunhæfni viðskiptaáætlun verkefnisins er forsenda fyrir því að verði af því. Eftir sem kostnaður við fjárfestingu og rekstur er hærri, þeim mun hærri þurfa veggjöldin að vera og hættan er svo að færri þá noti Sundabraut. Tekjurnar lægri og ekki innistæða fyrir endurgreiðslu fjármögnunar. Og það er svo staða sem við viljum tryggja að koma ekki upp. Það eru mörg skref framöndan, en kynning matsskýrslunnar og aðalskipulagsbreyting í dag er mikilvægur og nauðsynlegur áfangi á þessari leið og algjör forsenda fyrir framhaldinu. Vegagerðin áformar geta hafið útboðsferli vegna samvinnuverkefnis fjármögnun, hönnun, framkvæmd og viðhald og rekstur Sundabrautar á næsta ári með það markmiði að síðasta lagi 2033 getur Sundabraut verið tekin í notkun og getur þannig fyrir að skila samfélagslega ábata með styttri ferðatíma, minni akstri, minni útblæstri og mengun ásamt því að styðja við aukna notkun virkra ferðamáta með hjólum og almenningssamgöngum. Það er mikilvægt að verkefni eins og Sundabraut skapi sátt og það er mín skoðun að það höfum beðið lengi eftir Sundabraut. Sumum finnst það allt of lengi, því það bara verkefni verið betra. Það mun hæfa betur nútíma áherslum samgöngur í borgarumhverfi og þeirri notkun sem við búumst við, heldur en ef hún hefur verið lögð tekin notkun árið 2002. En svo líka mín skoðun að við getum ekki beðið mikið lengur, en það hafa áfram Sundabraut verið forsenda uppbyggingar annarra samgöngu innviða á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum 30 árum, ásamt því að landnotkun í skipulagsáætlunum sveitarfélaga hefur tekið mið af Sundabraut. Það er því okkar trú og byggir á faglegum greiningum sem gerðar hafa verið undanförnum misserum og birtast meðal annars í umhverfismatinu hér, er að verkefni sé til hagsbóta fyrir alla íbúa höfuðborgarsvæðisins sem á þá sem búa í nágrenni þess og sækja atvinnu og þjónustu inn á höfuðborgarsvæði. Og þetta á jafnvel fyrir íbúa í Laugardal og Grafarvogi sem og íbúa í Mosfellsbæ. Tilkoma Sundabrautar mun breyta dreifingu umferðar á höfuðborgarsvæðinu innan hverfanna og breyta leiðarval okkar frá því sem er í dag. Eins og við komum inn á í byrjun þá erum við komin inn í dag til að heyra ykkar sjónarmið og við viljum geta útskýrt og aðgengilegan hátt hvernig áhrifin eru þannig að við getum fjallað Sundabraut á málefnalegan hátt og getum tekið upplýstar ákvarðanir framhaldið. Eins og Pétur kom inn á í byrjun að þá verður tilbúin til að svara spurningum einn á einn hérna fram á eftir okkar sérfræðingar frá Reykjavíkurborg og Eflu verkfræðistofu og Vegagerðinni. Þannig að við hlökkum til að heyra ykkar sjónarmið og takk fyrir mig. Takk fyrir það, Guðmundur Valur. Við skulum vinda okkur strax í andra og ég byrst nú afsökunar á því að ég glemt að kynna mig. En ég heiti Pétur Matthíasson og forstöðu með samskiptadeildar hjá Vegagerðinni og var fengið til að vera fundarstjóri. Já, komið sæl. Andri Gunnarsson heiti ég, verkfræðingur á Eflu verkfræðistofu og ég ætla að fara aðeins yfir ykkur með þennan lýsingu á framkvæmdinni og svona fjallum í grófum dráttum hvað er verkefnið, hvernig brautin liggur í legu og útfærslu. Í grunni þá er náttúrulega Sundabraut ný stofnbraut frá Sæbraut upp á Kjalarnes. Þetta eru 2 akreinar í hvora akstursstefnu og gatnamótur almennt mislæg. Göngu- og hjólastígar er einnig stór hluti af verkefninu. Það er lögð áherslu á að vera með sameiginlega göngu- og hjólastíga, aðskilda göngu- og hjólastíga frá Sæbraut og upp á Gufunes
og svo frá Gufunesi og upp á Kjalarnes eru þá sameiginlega stígar með lýsingu á þetta leið. Verkefnin framkvæmdasvæðinu í sjálfu sér skipt upp í 4 hluta í umhverfismatinu og það fyrst og fremst gamalt því sem það hugsað í sjálfu sér. Já, hérna sjáum við rauninni 2 kort, annars vegar vinstra megin þá valkostur með Sundabraut með Sundabrú og hægra megin þá Sundabraut með Sundagöngum og þetta í rauninni 2 svona grunnvalkosti sem eru til skoðunar í verkefninu. Fyrir norðan Gufunes í rauninni lega Sundabrautar föst, það er ekki valkosti þar í rauninni. Og við byrjum á að fjalla á tökum þetta rauninni bara eftir hlutum og já, eins og sjáum hér þá þetta rauninni blái parturinn á fyrstu hluti, guli annar, appelsínu guli þriðji og græni fjórði. Og við byrjum bara hluta 1 og byrjum á að fjalla Sundabrú fyrst. Þá hún í rauninni já, fyrir Sundabrú þá erum við búið með 3 mismunandi útfærslur í Sæbraut til að tengja Sundabrautina og 1 í Grafarvogi. Í Sæbraut snýst þetta fyrst og fremst af því hvernig Sæbraut tengd við Sundabraut, hvort að gatnamótið sé í plani eða í mislæg og einnig í boðið aðeins mislangar útfærslur á brú og misháar og þá hvernig hún tengist inn á Sæbrautina. Það svona grunnmunurinn þar. Í Grafarvogi þá erum við með grunnlausnina í sjálfu sér eftir gamla urðunarstaðnum yfir gamla urðunarstaðin í Gufunesi og hann að tengdu við Grafarvog annars vegar í gennum Hallsveg og svo hins vegar í gennum Strandveg og Borgarveg. Einnig eins og sjáum á 2 innfeldu myndunum þá raðið fram 2 aðrir valkostur í Gufunesi sem taka á með því ef ekki fæst leyfi til að fara í vegagerð yfir urðunarstaðin þá lagt upp með að fara út fyrir Gufunesið á landfyllingu og annarkvort á yfirborði eða í göngum eins og neðri innfeldu myndinni. Já, hérna sjáum við svo dæmi hvernig Sæbrautin geti litið út, annars vegar ásendamyndina og svo planmyndina fyrir neðan fyrir Sundabrú og þá aðalvalkost framkvæmdaraðila til að tengja þeim saman hérna myndinar. Þá á neðri myndina að sjáum að göngustíðakerfin sem dæmi þá erum við með bleika liti fyrir þau og þá sjáum við eins og það lögðu áherslu það að vera með mislegar tengingar fyrir göngu og hjólastíðana á bæði með stofnstíðakerfi höfuðborgarsvæðisins þá meðfram Sundabrautinni, báðum megin hana, tengjast undir hana á gatnamótunum og svo eins áfram yfir Sundabrúna og inn í Grafarvog. Og svo við horfum á Gufunesið, hvernig á niðri gatnamótin í þessu tilviki getur litið út, það sem þau liggja að millið á Gufuneshverfisins og Grafarvogs. Þá aðri myndinu dæmi svona líkana mynd sem sýnir hvernig mislægu gatnamótin þar getur litið út og í þessari lausnurinni sem aðalvalkostur framkvæmdaraðila fyrir Sundabrúna þá meðal annars Gufuneshverfið tengt beint inn á Sundabrautina. Þannig að sjá einnig áherslun á göngu- og hjólastíðakerfið að það stofnstígum frá ströndinni og svo þá á 3 tengingar, mislega tengingar í bleikalinnum þar sem að Sundabrautin þveruð til þess að koma gangandi hjólandi milli hverfa. Þannig að það áfram áherslu á að leysa það á sem bestan hátt fyrir þann ferðahóp. Sundabrú, það smámaðuriki, hún getur verið mishá og mislöng eins og við komin á hann. Grunnmunurinn kannski hvað áhrif varðar liggur í hæðinni. Hún getur verið annað með 12 metra siglingarhæð eða 30 metra og þá siglingarennu og fyrir lægri brúna þá augljóslega leggst af hafnarstarfsemin innan brúar, gefur leið, en fyrir hærri brúna þá verður eitthvað skerðing á hafnarstarfseminni en enga síður lagt upp með að verði ennþá veilukantur innan brúar og eitthvað starfsemi þar fyrir þá allavega svona minni skipinni. Það er ásendamynd úr hrogersnefun hérna og svo sjáum við hérna annað dæmi mynd frá Gufuneshöfðanum þar sem við sjáum hvernig Sundabrún tengist inn á Sæbrautasvæðið aðeins betur.
Já, svo hinn valkosturinn, lykilvalkosturinn í sjálfu sér í verkefninu til að þvera Kleppsvík er á Sundagöng og ólíkt kannski Sundabrú er hér aðeins ein valkostaræða. Það hefur í sjálfu sér ekkert með samanburðinn á valkostunum að gera, það hefur bara með það að gera að fyrir brúnna eru aðeins öðruvísu tengingar í boði, en fyrir göngin eru mjög mikla skorður á því við alla endana það sem upp er komið. Í Gufunni sem þá að vera að koma upp til móts við Eiðsvík og þá eru göngunum bara komið upp eins fljótt og hægt er eftir að koma yfir urðunarstaðin, það sem ekki er hægt að fæstlega vandrarlega að grafa í hann. Og svo í Sæbraut þá er sama, þá eru runni bæði skorður út frá skipulagi og lóðamörkum og fleiru. Þannig í Laugarnesi þá kemur hann upp til norðurs þar og til suðurs þá er henni tengjast hann beint inn á fyrirhugaðan Sæbrautarstokk sem er á framlengdur inn á göngin. Þannig að umferðin er meira meira neðanjarðar í framlengdu frá Sæbrautarstokki og að Holtavegi. Ólíkt kannski grunnmunurinn gaman Grafarvogi, ef við horfum á tengingar er sá að fyrir Sundagöng þá var aðeins ein tenging við Grafarvog að norðanverðu, en eins og við sáum áðan þá voru 2 tengingar fyrir Sundabrúna. Og einnig að við hugsum hjólastígakjöru, það sést ágætlega þessari mynd hér, það verður ekki lagt upp með að veri hjólandi eða gangandi eða virki ferðamátt að fari í göngin og þá voru núverandi stígakjöru runni á Gullinbrú og fyrir Gersnef áfram, þannig að það er á lengri hjóluleið samanborið við brúna. Það er svona munurinn á því kerfi, getur maður það sem svo. Hérna sjáum við á dæmi hvernig göngin getur litið út, annars vegar í Laugarnesi þar sem gangnamunin kemur upp til norðurs á efri myndinni og á neðri myndinni þá sjáum við hvernig þá framlengdu Sæbrautarstokkur kemur upp á jörðinni til móts við Holtaveg og göngin tengjast inn á stokkin til suðurs. Og þannig fyrir göngin er það sambærilega áherslu á að leysa gangandi og hjólandi. Þannig að í Sæbrautinni með það skilja göngu og hjólastíg og mislegum þveranum eins og fyrir brúna. Hérna sjáum við svo dæmi hvernig gangnamunnin getur litið út í Gufunesi. Það sem hann kemur upp eftir urðunarstaðinn og þá eru gatnamótumurinn hlýðra til norðurs aðeins og þá til dæmis ekki á beintengingu við Gufunesskörfu heldur það tengt inn á Strandveg eins og við sjáum hana. Hér er sama áherslan á að leysa það á göng- og hjólastígakerfið mislegt með sambærilegum þverunum fyrir brúna. Það sem að strandstígurinn er á stoppstígur og svo eru það tengingar á milli hverfa hana eins og við sjáum á stígakerfi með bleikum litum og það eru það allt mislegar þveranir. Svo að við færum okkur áfram á eftir brautinni til norðurs þá komum við næst inn á Geldinganes og þessi hluti er nærða frá Þverar og Eiðsvík fyrst með stuttum brú og landfyllingum. Það fer svo í 10-20 metra skeringu í Geldinganes með mislægum gatnamótum á miðju nesinu. Einn er umhverfismatinu haldið inni þegar mögulega að vera með 2 gatnamót sikkur um einu á nesinu í samanbera aðalskipulagi og einn er á haldið inni þannig að mögulega litaðasvæði táknar á mögulega á hliðrun til vesturs og þeim mögulega er haldið inni í miklu samræðum með Reykjavíkurborg upp á það að gera að halda sem flestum mögulegum opnum á framtíðarskipulagi á Geldinganesi ef að skikkinni að í framtíðina það er lagt íbúðabyggð þar. Þannig er áfram svo sameinur á göngu hjólastígur með frá Sundabrautinni upp eftir. Hérna sjáum við dæmi efri myndinni svona líkana mynd af það sem maður sér hvernig mislega gatnamót getur litið út á miðju Geldinganesinu og á neðri myndinni þá eru dæmum sjáum við hvernig Eiðsvík er á feruð með ásenda mynd frá Gufunesi til norðurs. Fyrir hluta 3 þá fer brautinni fyrst yfir Leiruvog á landfyllingum og 200 metra langi brú í miðjum voginum og auki eru 2 stuttar brýr við Gunnunes 60 metra langar. Veilina heldur svo áfram eftir miðju Gunnunesinu og í rauninni þegar komið hérna Gunnunes og Olsnes þá er veilin mjög bundin sem er kannski eina ástæðan fyrir ekki eru valkostur í boði þar. Það eru fornleifar, það eru skipulag og lóður og fleira sem rauninni markar legu hennar þar. Á Gunnunesi er lagt með ein mislæg gatnamót til móts við lóð Björgunar
og þá var áfram lagt upp með sameiginlegan göngu og hjólastíg meðfram brautinni. Og hérna sjáum við dæmi um ásýndarmynd tekin frá Álfsnesi til söðurs eftir Gunnunesi og að Geldinganesi. Síðast rautin þá fer rauninni brautinana í gennum lóð Sorpu fyrst þegar að miðja lóðuna þar og svo í skeringu út á Kollafirði þegar Kollafjörðin með 80 metra brú og landfyllingum og kemur í landan á Kjalarnesi. Áður fyrir var lagt upp með mislæg gatnamót við landtökuna en það hefur verið horfið frá því á seinni stigum, ekki talið þörf á því með umferð og umferðarflæði og fleira og áfram lagt upp með hana þá að sameiginlega göng og hjólastígur tengist inn á Kjalarnes og þá inn á þá fyrirhugaðan stíg, það er fyrirhugað stígakerfi samkvæmt aðalskipulagi og getur að tengst í framtíðinni ef það verður byggt upp áfram. Hérna sjáum við svo dæmi um ásendarmynd og líkanamynd. Efri myndin sýnir á gatnamótin, mislæga gatnamótin til móts við Sorpu í Álfsnesi og neðri myndin sýnir á dæmi um brúalausnina sem þegar Kollafjörða með brú hérna tekið frá Esjunni eða frá uppgöngusvæðinu og Esjuna fyrir botni Kollafjörðars. Já, takk fyrir mig. Já, takk fyrir það Andri, þá var það næstum Ragnhildur. Herri, ég heit sérst Ragnhildur, ég er umhverfisverkfræðingur hjá Eflu og hef haldið utan vinnuna við þetta umhverfismat og við ætlum að fara yfir hérna nokkrar af niðurstöðum umhverfismatsins. Fyrst aðeins bara svona til þess að staðsetja okkur á tímalínunni, við erum sérst stödd þarna það sem guli ferningurinn er, kynningatímabil umhverfismatsskýrslunar hófst í síðustu viku og stendur yfir í rúmar 6 vikur, þannig að við erum hérna viku 2 og hægt að senda skriflegar umsagnir og athugasemdir við umhverfismatið til 30. nóvember. Nokkrar hérna forsendur sem er gott að hafa í huga varðandi útreikninga í umhverfismatinu. Eins og kom fram áðan hjá þegar Guðmundur Valur opnaði hér þennan fund, þá er þetta fyrirhugað að það veri gjaldtaka á Sundabraut en við erum hins vegar ekki að reikna með áhrifum gjaldtöku í útreikningum á áhrifum á umferð. Tengist svolítið næsta punkti því að við erum alltaf í umhverfismatinu að reikna út áhrif af versta tilfelli eða worst case scenario á ensku. Og við vitum þá að ef að mannvirki eða valkostir eru minnkaðir að umfangi á seinni stigum þá erum við búin að fjalla verstu mögulegu áhrif. Og við vitum þá líka samanskapi að áhrif að minni lausnum, minna umfangi, þau eru þá samanskapi minni. Nú niðurstöður í skýrslunni þær eru ekki alltaf sýndar með áhrifum mótvægisaðgerða en hérna þetta er alltaf tekið fram í myndateksta, þetta er alltaf útskýrt. Við erum að gera ráð fyrir að það verði ráðist í allar framkvæmdir samgöngusáttmálans eins og byggingu Sæbrautarstokks og við erum að reikna með að þróun íbúa byggðar og byggðaþróun verði í samræmi við aðalskipulag og umferð árið 2040, þar erum við að horfa til umferðarspár og það á bæði við fjölda ökutækja og samsetningu bílaflotans. Nú núllkostur í umhverfismatinu er skilgreindu þannig að það er raun og veru alla sömu forsendur sem gilda nema þá bara það að Sundabraut fer ekki í framkvæmd. Það verður ekki að byggingu Sundabrautar. Og við erum alltaf í umhverfismatinu að bera áhrifin saman við þennan núllkost. Nú þetta eru þá þessi 17 umhverfisþættir sem voru til, er í of nálægt mikrofóninu kannski. Þessi 17 umhverfisþættir, þeir voru sérst til umfjöllunar í umhverfismatinu en við höfum gert það þannig á þessum fundum hérna í vikunni að við erum svolítið að reyna að klæðskýrast niður hverja kynningu því svæði sem við erum stödd á. Þannig að á þessum fundi hér í dag þá er ætlunin að fjalla þá þætti sem við teljum munu snerta íbúa Grafarvogs og Gufunes hvað mest. Þannig að þetta eru þættirnir sem ég ætla að fjalla og reyna að fara
svona heldur fljótt yfir þannig að hérna okkur gefist tíma á eftir til að fara yfir spurningar. Þetta eru heildar niðurstöður þessar stórframkvæmdar á stórum skjá. Þetta er náttúrulega dálítið flókin tafla. Við erum með tvenns konar merkingar þarna bæði fyrir hérna áhrif á framkvæmdatíma sem eru merkt með stjörnumerktu X-i og svo erum við áhrif á rekstratíma. En ef við svona drögum aðeins niðurstöðuna saman, þá erum við með, við erum að reikna út jákvæð áhrif á umferð og umferðaröryggi og loftslag, það er að segja kolefnisspor, sömuleiðis á byggða og íbúaþróun. Við erum að sjá bæði jákvæð og neikvæð áhrif á loftgæði, útivist og hljóðvist. Áhrifin eru í tekta fram, áhrif á hljóðvist, þau eru óveruleg en þau eru bæði neikvæð og jákvæð. Og ástæðan fyrir því að við erum bæði með neikvæð og jákvæð áhrif fyrir suma þætti einfaldlega svo að þetta er geysilega stórt framkvæmdasvæði sem er ólíkt innbyrðis og það er ólík viðmið sem eiga við eftir því hvar við erum stödd innan framkvæmdasvæðisins og svo erum við að horfa mismunandi valkosti. Neikvæðu áhrifin, þau eru frekar þá að koma fram. Við erum að meta jákvæðu áhrifin frekar á þetta samfélagslega en neikvæðu áhrifin þá frekar á náttúrufar, hafstrauma og setflutninga, landslag ásýnd og menningarminjar. Og þegar við tölum neikvæð áhrif á ásýnd, þá erum við ekki að hugsa fagurfræðina, við erum ekki að hugsa hvort að brú eða göng séu fallega ljót mannverki, við erum einfaldlega að tala að ásýndin breytist og er þetta mikil breyting eða er hún lítil. Nú, svo erum við með óverulega áhrif á öryggi vegna gufuneshaugana og áhrif á botndýralíf og jarðmyndanir sömuleiðis talin óveruleg. Svo er þarna lokum, þá er ákveðin óvissa 5 af þessum umhverfisþáttum. Ég tek það fram að það er ekki óvissa niðurstöðunar í heild sinni fyrir þessa 5 umhverfisþætti, heldur eingöngu fyrir afmarkaðan hluta af þessum niðurstöðum. Það er hægt að lesa sér til þetta allt saman í samantekta skýrslunni sem liggur frammi. Já. Herðu, þá erum við komin bara að niðurstöðunum. Hérna er þá fyrsti umhverfisþáttur sem ég ætla að fjalla það er þá umferð og umferðaröryggi. Þessi hvíti fláki, hann sýnir það svæði sem var tekið til skoðunar í líkan útreikningum. Það er þá svæði allt frá Kjalarnesi suður í Hafnarfjörð og framkvæmdasvæði Sundabrautar sjáið hann merkt með gulu. Nú, heildar niðurstöðnar heildar niðurstöður umhverfismatsins fyrir umferð og umferðaröryggi og það er þá alveg óháð því hvort að Kleppsvík þveri með brú eða göngum. Þetta er bara niðurstöðnar í heildsinni fyrir Sundabraut. Þær eru að Sundabraut muni í samanburði við 0 kost draga úr eknum kílómetrum í kerfinu og stytta ferðir og draga úr ferða og tafa tíma akandi umferðar. Hún mun aftur á móti fjölga akandi ferðum í kerfinu og fækka ferðum með almenningssamgöngum og því sem kallaði virkir ferðamátar, þá hjólandi og gangandi. Það er talið að Sundabraut eftir að draga úr og dreifa betur álagi á stofnbrautakerfi höfuðborgarsvæðisins sýnir það myndrænt á eftir og bæta umferðaröryggi og það er alveg ljóst að hún á eftir að stytta ferðatíma til nærliggjandi byggðarlaga eins og upp á Skaga, þar sem að ferðatímin er að styttast 12 til 15 mínútur. Nú svo hann eftir að búa til nýja og skilvirka stígatengingu eins og Andri kom inn á áðan á milli miðbæjar Reykjavíkur og Grafarvogs og greiða leið á milli Hafnar og iðnaðarsvæðis Sundahafnar við Vestur- og Norðurland og svo nokkuð þá mun hún bjóða upp á leið almenningssamgangna á milli hluta höfuðborgarsvæðisins, þannig tengja saman mismunandi hluta höfuðborgarsvæðisins. Nú þetta eru svona svokölluð samanburðarkort og hérna erum við svolítið að horfa á svona heildar áhrifin af því sem við erum að sjá gerast í líkan útreikningum. Hérna vinstra megin erum við að horfa á samanburð á umferð árið 2040 við 0 kost, það er að segja að Sundabraut verður ekki að veruleika, borið saman þá við Sundabraut með Sundabrú og þá erum við með göngin hinum megin. Við förum nánar inn í það hvað áhrif þetta er að hafa á Grafarvoginn, þessar 2 meginlausnir,
En það sem við sjáum hérna að heildaráhrifin eru þau að Sundabraut að minnka umferð, við horfum á grænulínuna, hún að minnka umferð á Vesturlandsveginum til og með Miklubraut. Sömuleiðis Gullinbrú og syðri hluta Sæbrautar, en það þetta ljóst að það segir sér sjálft að við erum auðvitað að auka umferð á þeirri leið, það sem ekki vegur í dag á leið Sundabrautar, en svo eykst umferðin líka á norður hluta Sæbrautar og svo hefur hún auðvitað önnur áhrifin í Laugardalnum sem að við spjölluðum í gær á fundi í Laugardal. Rétt aðeins varðandi áður en ég fer yfir niðurstöðuna svona fyrir Grafarvoginn, þá langar mig til þess að taka fram að niðurstöðuna sem við erum að fara að sýna, þær sýna ekki áhrif mótvægisaðgerða á sviði umferðar. Áhrif mótvægisaðgerða hafa engu að síður verið prófaðar í líkanútreikningum og sýna það hægt að koma til móts við aukningu á umferð sem að Sundabraut mun leiða til og það ítarleg umfjöllun þetta í samgöngugreiningu sem hefur verið unnin í tengslu við umhverfismatið. En við hins vegar sýnum ekki þessar mótvægisaðgerðir hérna. Hérna erum við aftur með Sundabrú og Sundagöng og þetta erum við aftur að horfa á mismunin á umferð árið 2040 við 0 kost og svo ef Sundabraut fyrir í framkvæmt. Nú, það ljóst að Sundabrú, eins og kom fram áðan hjá Andra, hún með 2 tengingar við Grafarvoginn. Það svona megin munurinn á göngunum og brúnni. Það eru þessi 2 gatnamót sem að fylgja brúnni, en það líka rétt að taka það fram að það eingöngu ef við erum að fara yfir gömlu Guðneshaugana. Ef við förum vestan við haugana undir þá erum við með gatnamót sem eru norðar og þá erum við að sama tíma ekki með þessa beinu tengingu við Guðneshverfið. Þannig að beina tengingi við Guðneshverfið, hún fylgir þessum valkosti sem heitir BG1, sem sem sagt að fara beint yfir haugana, sem jafnframt aðalvalkostur framkvæmdaraðila. Nú, það ljóst sem sagt að Sundabrú, hún á eftir að dreifa umferð á Hallsveigaborgarveg með þessum 2 gatnamótum, en það það líka ljóst að hún aftur að auka umferð á Hallsvegi og Borgarvegi og Strandvegi til norðurs, en hún á líka eftir að minnka umferð á hluta Strandvegar og Gullinbrú. Nú göngin þá, sem ég sagði þaðan, þau eru með þessa einu tengingu við Grafarvog og þau munu þá auka á umferð á Borgarvegi og Strandvegi til norðurs, en alveg eins og með brúna, með brúalausnina, þá munu þau líka minnka umferð á hluta Strandvegar og Gullinbrú. Og það svona, já, það kannski ágætt svona þegar við förum að fjalla hljóðið hérna næst, að muna þetta að það eru þessi gatnamótin í gangalausninni, þau eru svolítið norðar, heldur gatnamótin í framhaldi af brúnni. Nú hljóðvistin, hún var tekin út fyrir allt framkvæmdasvæðið, en við ætlum bara að horfa á niðurstöðunar fyrir Grafarvog. Niðurstöðunar, svona heildarniðurstöðan sú að miða við 0 kost árið 2040, þá munu fleiri íbúar í Grafarvogi búa við hljóðstig yfir viðmiðunarmörku reglugerðar heldur en sem sagt við 0 kost. Í dag miða við umferðartölur frá 2019, þá eru, eins og við sjáum í töflunni, þá eru 10 íbúar sem búa við hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum, en þarna tekið fram að þetta eru útreikningar án hljóðvarna. Þannig að hljóðvarnir ekki teknar þarna með. Árið 2040 út af bara byggðaþróun og breytingu og umferðarflæði og öðru, þá eru ekki fyrir séð að yrðu neinir íbúar sem búa við hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum. Með Sundabrú árið 2040 þá yrðu íbúar orðnir 100, en með Sundagöngum 170 og það tengist þessu með gatnamótin, að því gatnamótin að koma norðar með göngunum í þéttari byggð og dreifing umferðar ekki eins þegar við erum bara með 1 gatnamót. Í Grafarvogi það fjallað það í skýrslunni mótvægisaðgerðir á sviði hljóðvistar og það hægt að lækka hljóðstig niður fyrir þessi viðmiðunarmörk í Grafarvogi.
Þetta er meiri áskorun í Laugardalnum. Þar eldri byggð og meira plássleysi en því ekki fyrir að fara í Grafarvogi þannig að það útlit fyrir að það sé hægt að koma hljóðstigi niður fyrir reglugerðarmörk með hljóðveggjum og hljóðmönum. Loftgæðin förum bara nokkuð svona hratt yfir þá glæru. Það eru mesta líkutaldar á því að loftmengun fari yfir reglugerðarmörk við ganga og stokkamuna. Og þetta á eins við stokkamuna í Laugardal í tengslu við brúar valkost. Fyrir Sundabrú ekki talin þörf á því að setja fram neina mótvægisaðgerðir og þar eru áhrif á loftgæða mestu óveruleg en það ljóst að það verður þörf fyrir mótvægisaðgerðir ef að Sundagöng verða fyrir valinu við gangamunna. Með þeim hætti hægt að ná mengun niður fyrir leyfileg mörk og við höfum í umhverfismatinu reiknað með að notast við þessa loftunarturna sem þið sjáu hér á myndum. Þetta eru myndir frá Noregi og Svíþjóð. Við erum að gefa okkur í útreikningum að það séu notaði 20 metra háir loftunarturnar til þess að ná mengun niður fyrir leyfileg mörk. Það í umhverfismatinu mælst til þess að ef að stokkar og gangalausnir koma til framkvæmda þá verði vöktun viðhöfð inn í byggð. Og það síðasta sem ég ætla að fjalla það það náttúruminjar og verndarsvæði og reyndar útivistin líka. Grafarvogsbúar eru þetta hepping hvað það varðar að þið eru í nálægð við mikið af fallegum náttúrusvæðum. Við erum með Leiru og Blikastaðakró og svo eru þið rétt við Eiðsvíkina. Á Geldinganesi ströndin hverfisvernduð og Gufuneshöfði sömuleiðis. Nú helstu áhrif sem við erum að sjá, þarna svona blandast svolítið saman hjá með áhrif á náttúruminjar og verndarsvæði og svo aftur útivistina. Það í Eiðsvík að þar erum við að sjá mögulega áhrif á kajaksiglingar. Þarna verður unnið áhættumat vegna siglinga og kajakræðarar eru inn í því áhættumati. En þetta sést út af breytingum á straumum í brúaropi Eiðsvík. Strönd Geldinganes, eins og ég sagði hann, hún er hverfisvernduð, hún mun að hluta verða fyrir beinuraski út af vegagerð. Þannig að það ljóst að þar eru neikvæð áhrif fyrir séð. Blikastaðakró Leiru sem friðlýst, þar verða áhrif á leirur. Hve mikil áhrif, það svona kannski, það erfitt að segja til það nákvæmlega en verði áhrif á leirur, þá getur það líka haft óbein áhrif á fiska og fugla. Heildarniðurstaðan fyrir útivist, fyrir Sundabraut í heild sinni og þetta á líka við íbúa Grafarvogs og Gufunes, það að bættar stígatengingar muni leiða af sig jákvæð áhrif. En neikvæð áhrifin þau felast þá í því að það verið að raska opnum svæðum að hluta til og það breytt ásýnd á útivistarsvæðum. Og þá það bara síðasta glæra, erum við með, sjáum við vefsjá umhverfismatsins sem ég vil bara vekja athygli á því að þetta eru svo viðamikil gögn. Skýrslan lesefni fram yfir jól en inn í vefsjáni hægt að nálgast allar skýrslur, allar sérfræðiskýrslur, skoða gögnin, myndrænt, skoða valkosti í samhengi við alla umhverfisþætti og svo framvegis. Allar skriflegar umsagnir, þeim verður auðvitað svarað og svörin verða gefin út opinberlega. Þannig ég hvet ykkur til að gera það og svo getið nálgast öll gögn inn á skipulagsgáttinni og svo búið að opna vefinn sundabrautin.is þar sem eru líka svör við algengu spurningum varðandi Sundabraut. Og með þessu ætla ég þá bara að þakka fyrir mig. Takk fyrir það, Ragnhildur. Já, komið sæl. Ég ætla að fjalla aðalskipulagið og hvernig Sundabraut í samhengi við stefnu aðalskipulagsins og þetta eru drög að aðalskipulagsbreytingum sem við erum með hérna.
og ég vil kannski undirstrika strax að við erum ekki að taka afstöð til valkosta og hönnunlausna sem hafa verið kynntar hérna áðan. Það verður tekin ákvörðun það í framhaldinu. Þannig að ég vil svona fjalla þetta núna svona í stóra samhenginu, umhverfisáhrifin í stóra samhenginu og þá aðal út frá byggðaþróun og nú er þetta frosið, nei. Og þetta mynd sem sýnir rauninni ferli sem við erum í, kannski fyrsta sem við erum með til kynningar varðandi aðalskipulag, þá er þetta aðalskipulagsbreytingin drög að henni sett fram í skjali og með henni, og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að VFSO ráðgjöf vinnur sérstaklega umhverfisskýrslu með aðalskipulagsbreytingu og það er held ég gagnlegt að lesa hana með hinu og gefur ágætis yfirlit. En hérna er ferli sem sagt, við erum með draugatillögu og aðalskipulagsferlið er langt ferli og þannig að við erum ekki að ljúka því með þessu kynningartíma núna, en umhverfisskýrslan er nú komin aðeins lengra í ferlinu. En það var ákveðið að hafa þetta með þessum hætti til að við getum áður en að borgin tæki afstöðu til valkostana og það væri komin niðurstöða í umhverfismat framkvæmdarinnar. Og hérna niðri og ég kem kannski betur inn á þetta hérna en eftir að þessi ferli líkur, þessi kynningaferli, þá eru sest niður og þessi valkostir skoðaður í samtali borgar og vegagerðar og ríkisins og það verður gert áður en við mótum endanlega tillögu. Hérna stendur desember 2025, þessi tímalína er ekki uppfærð en við gerum það fyrir að tillaga með endanlegum valkostum kom ekki fram fyrir í byrjun næsta árs. En Sundabraut eins og kom fram hjá Guðmundi Val að hún hefur verið lengi á áætlun hjá bæði borg og í svæðisskipulagi og hjá ríkinu og að þessari loftmyndar sjáum við þessa miklu framkvæmd, hvernig hún tengir saman svæði í Reykjavík og liggur náttúrulega öll innan Reykjavíkur og ég vil kannski minna á þessa undirtitil sem við setjum hérna á okkar gögn að við tölum að þessi þjóðvegur að Reykjavík annars vegar og hins vegar er þetta stofnbraut innan borgar og þetta kannski undirstrykar þau sjónarmið sem eru kannski aðeins að takast á milli borgar og vegagerðar hvernig þetta er útfært og að við erum að horfa á þetta sem stofnbraut inn í borg en vegagerðin er að líta á þetta sem þjóðvegarsverkefni sem tengir saman landsluta og svæði innan höfuðborgarsvæðisins. En þetta er mjög mikilvægt fyrir borgina í gagnvart hagsmunum hennar að ekki bara að aðlaga þessa framkvæmd að þeim hverfum sem hún mun liggja í dag heldur líka að huga því hvernig hún mun leggjast að mögulegri framtíðarbyggð til norðurs. En hér er mynd úr gildandi aðalskipulagi, Sundabraut er inn í gildandi aðalskipulagi, þetta er þéttbýlisuppdráttur aðalskipulagsins eins og hann er settur fram og þarna liggur Sundabraut eftir með ákveðnum hætti og það er byggt á rauninni verkefninu eins og það var unnið í byrjun aldarinnar. Og hérna gert ráð fyrir meðal annars að Sundabrautin liggi norðan Holtagarða en í tillögunum núna erum við að tala um að Sundabraut í öllum tilvikum fari við suður fyrir Holtagarða og legan Geldinganesi liggur vestar og það liggur svolítið í því að á þessum tíma þegar þetta var lagt út að það var gert ráð fyrir byggð í Geldinganesi og það er sjónarmið borgarinnar að þessi vestlæga lega sé betri heldur en svo sem er kannski lagt meira upp með í gögnum vegagerðarinnar. En þessi framsetning sem kannski ýtur undir þá skoðun að Sundabrúin sé aðal valkostur borgarinnar, það er ekki þannig. Aðalskipulagið gerir hún ekki upp á milli Sundaganga eða brúa lausnar í aðalskipulaginu og það er skýrt tekið fram og sett sá fyrirvari Sundabraut í aðalskipulagi að þessar útfærslur muni taka mið af niðurstöðum umhverfismatsins og það sem er horft til þessara tveggja lykil valkosta.
aðeins meira gildandi aðskipulag. Guðmundur Valur kom líka inn á það að, og kannski eðlilega þegar þetta er búið að vera lengi í áætlunum hjá ríki og borg, að það hafa ýmsar ákvarðanir verið teknar í gegnum tíðina sem taka mið af því að Sundabraut muni koma til framtíðar litið. Og hérna eru kannski bara 2 dæmi það að ákvarðanir landnotkun eins og með atvinnusvæðin upp á Esjumilum og Álfsnesi og framtíðar uppbyggingu þeirra, það byggir svolítið á því að Sundabrautin muni koma og tengja þessi svæði inn á megin þéttbýli borgarinnar. Og eins á hinni myndinni, stofnbrautakerfið eða aðalgatnakerfi Reykjavíkur hefur lengi tekið mið af því og þróun þessu við tekið mið af því að Sundabraut muni koma og verða hluti af þessu heildargatnakerfi til framtíðar litið. Og hérna líka nefnt að í sameiningu Kjalarness, að því að Sundabrautin að tengja Kjalarnessið með beinni hætti við Reykjavík, að þetta var svona ákveðin meginforsenda inn í sameiningu Kjalarnesshrepps og Reykjavíkur á sínum tíma. En að þessu sögðu þá er kannski rétt að minna á það að við vitum að framkvæmdin er umdeild og það verður seint náð fullri sátt niðurstöðuna, en til að ná sem mestri sátt þetta þá er mjög mikilvægt, eins og hefur verið reynt að gera í þessu verkefni, að draga fram alla kosti og alla galla við framkvæmdina, draga fram neikvæð áhrifin og jákvæð áhrifin og setja þetta svona jafnvíkt upp fram í gögnum. Og svo er náttúrulega mjög mikilvægt að leyfa sér að horfa jafnvel út fram yfir 2040. Við erum með áætlanir sem eru flestar með gildistíma til 2040, en í þessu tilviki þá er mikilvægt að horfa lengra. Hér ég ætla að fara svona á næstu glæðurum bara mjög stutt yfir og einfaldan hátt yfir svona megin umhverfisáhrifin. Fyrst það sem við teljum jákvæð áhrif og getum sagt að séu rökstuðningu fyrir framkvæmdinni. Þetta er mynd sem Ragnhildur sýndi hér áðan og sem sýnir einfaldan hátt svona megin áhrifin af Sundabraut, og hérna brúarlausnin sýnd. Það myndast nýr samgönguás til norðurs með Sundabraut og umferðin færist á hann og léttir þá á þessum megin samgönguás sem við höfum í dag, Ártúnsbrekkan og Vesturlandsvegurinn. Og þetta mun líka stytta vegalendir á milli borgarhlutana og mögulega stuðla því að meðal vegalendir milli heimila og vinnustaða muni minnka í stóra samhenginu. En þetta líka skapar mikilvæga forsendur fyrir þróun borgarinnar. Við gerum ráð fyrir því að borgin muni halda áfram að vaxa. Við viljum og þurfum að taka á móti nýjum íbúum og byggja húsnæði og styrkja húsnæðismarkað. Þannig að Sundabrautin styður við uppbyggingu á svæðum til austurs, og þetta eru verkefni sem eru hafin eða eru í undirbúningi eins og Ártúnssvæðin, keldur sem eru á skipulagsstígi og hallar, frekari stækkun íbúðabyggðar í Úlfarsárdal, og síðan er þarna Blikastaðir, stórt svæði í Mosfellsbæ sem einnig mun njóta þess að það verði betri greiðari samgöngur eftir þessum samgönguás. Og síðan náttúrulega mikilvægt að skoða þetta líka í samhengi við áformunum borgarlínu sem munum vantarlega hjálpa til að létta á umferð eftir Vesturlandsvegi vegna þessara nýju uppbyggingar. Og að þessu sem við nefnda áðan að þetta tengi betur atvinnusvæðin Álfsnes og Esjumilum betur við megin þéttbýli borgarinnar, og þetta skapar líka almennt forsendur fyrir frekari atvinnuþróun á þessum svæðum sem borgin hefur hug á og er með í mótun hugmyndir hringrásargarð upp á Álfsnesi. Og síðan er þetta þá samhliða því að greiða fyrir þá flutningi á atvinnustarfsemi af öðrum svæðum sem hjálpar okkur að byggja upp þéttari og blandari byggð á öðrum svæðum. En það að neikvæði áhrifunum, og það er svo sem ekki að fjölara mikið þau, þið þekkið þau, áhyggjurnar liggja mikið í því að þetta er náttúrulega gríðarlega stór framkvæmd sem er klárlega með mikið inngrip í náttúru og landslag og breytir ásýndinni frá núverandi íbúðahverfum, og hér í þessu hverfi þá skiptir það mestu máli að
eða á að geta líka vitum við að þessi braut mun skilja á milli hverfana, það er að segja Gufunes og Grafarvogs og veikir þá tengingu en hérna er rétt að undirstrika að þetta veltur dálítið mikið á hvaða valkostir verða fyrir valinu og hvernig þetta er útfært í hönnun og meira hérna neikvæð áhrifin og þetta farið yfir þetta vel áðan hjá Ragnhildi og fleirum að sem sagt útfæslurnar á gatnamannvirkjunum og hérna til hægri sýnt þetta sem Andri og Ragnhildi fóru yfir áðan að þetta er þá útfæslan á gatnamótum á Grafarvogssvæðinu varðandi brúna til hægri og þetta er þá það sem Vegagerðin hefur kallað aðalvalkost en aðrar lausnir milda áhrifin að okkar mati hjá borginni sem fara fram hjá sorpurunarsvæðinu og síðan er hinn náttúrulega megin valkosturinn það er Sundagöngin sem mæta Sæbrautinni þá í þessum gangamönnum og í þeir tilveiki eru einungis eins og kom fram hjá Ragnhildi ein gatnamót í versus 2 í hinu tilveikinu síðan að lokum varðandi svona þessi stóru umhverfisáhrif sem við þurfum að hafa í huga það er hvernig lausnin verður yfir Klessvíkina hvort þetta verður göng eða hærri eða lægri brú og við vitum að lægri brúin getur haft áhrif á hafnarstarfsemina innan brúar eðlilega og það geti kallað á stækkun hafnarinn að norðan brúar með nýjum landfyllingum og það hefur sín umhverfisáhrif líka sem við munum fjalla betur í umhverfisskýrslu aðalskipulagsbreytingar en það getur vissulega skapast líka tækifæri sunnan brúar með því að hafa lægri brúna og þróa hafnarsvæðin með nýjum hætti. En hérna að lokum þá dregið bara saman á 2 kort annars vegar mögulega breytingar á aðalskipulagi varðandi brúna. Andri fór yfir þetta ágætlega áðan að Sundabraut er að hliðrast til þarna við Kollafjörðin út af Fuglabjargi meðal annars og við erum að færa hana til á Gunnunesi vegna menningarminja og síðan er þetta sett upp þannig að Sundabraut liggi austar á Geldinganesi heldur en í gildandi aðalskipulagi en eins og ég sagði á að þá er svona viðhorf borgarinnar þetta í frekar að liggja vestar upp á það að nýta svæði betur og brautin liggja aðeins fjær þá þessum svæðum sem runni best fallin til mögulegar íbúabyggðar á nesinu og síðan ætla ég ekki að fara djúpt í þetta, það er búið að fara yfir þessar mörgu mismunandi lausnir sem eru þarna við Gufunesssvæðinu vegna sorpurunarsvæðisins meðal annars og eru náttúrulega breytingar frá gildandi aðalskipulagi. Og síðan hérna miklu einfaldari myndurinninni sömu breytingar á norðurhlutanum fyrir Sundagöngin en megin breytingin frá brúalausninni í varðandi gildandi aðalskipulagi er að Hallsvegur, það verður ein mislæg gatnamót í Sundagöngulausninni og Hallsvegur ekki framvindur að Sundabraut. Og síðan hérna alveg í lokin varðandi umhverfisáhrifin að þetta er yfirlitsmynd úr umhverfisskýrslu Vafisó. Við tökum þetta með einfaldari hætti og skoðum áhrifin í stærra samhengi þar en þarna er verið að bera saman þessa megin valkosti sem eru til skoðunar, það er þess að brúalaust og Sundagöng og síðan óbreytt lega sem því þá legan sem er í aðalskipulaginu og síðan er núllkostur ef ekki verður að framkvæmdum og í stuttumáli þá er ekki stór munur á þessum valkostum þegar við horfum á þetta í stóra samhenginu en þetta veltur svolítið mikið á einstöku lausnum og áhrifum eftir mismunandi svæðum. En áhrifin eru talin jákvæð á byggðaþróun og síðan samgöngur en neikvæð eins við á náttúrufar og landslag og vatnafar. Síðan eru ýmist jákvæð eða neikvæð varðandi lýðhelsu, það er þess að hljóðvist og loftgæði og slíkt og það veltur
ansi mikið á hvaða lausnir verið að skoða í hverju sinni. Og loftslagsmálin eru talin líka jákvæð. Og síðan aftur bara í lokin minna á ferlið, að ferlinu ekki lokið með þessu kynningaferli sem líkur 30. nóvember. Eftir það verður sest niður og yfir viðbröðin og matið og álit skipulagsstofnunar eftir umhverfismatsferlið og borgin og ríkið og vegagerðin þurfa að gera viðauka við viljayfirlýsinguna frá 2021 reikna ég með áður en að við leggjum út tillögu að breytingu aðalskipulagi sem felur í sér þá einn aðal valkost. Og síðan vildi ég bara nefna hérna alveg restina að þetta samtal og svona sjóna með borgarinnar sem við leggjum inn í þær viðræður sem verða þá í framhaldinu. Að þetta er svona listin yfir helstu atriðin sem við viljum nefna. Það eru fleiri atriði nefnd í tillögunni. Að við viljum að þetta bæti samgöngu fyrir alla ferðamáta. Áhrif á nálega íbúðabyggð verði að sjálfsögðu lágmörkuð, hafi þessi minnst áhrif á hafnarstarfsemi eða tryggi hagfellda þróun hafnarinnar. Mannvirkið falli vel að landslagi og náttúru og það verði metnaður í hönnun þeirra líka. Það er gert ráð fyrir því að ef það verður brúa þá verður það samkeppni. Og síðan þarf að gæta þess að mannvirkin hafi þessi minnst áhrif á lífriki og hvernig þau tengja og fara haffletina og vogana. Og síðan að síðustu viljum við lágmarka umfang og landþörf mannvirkisins. Þannig að það gangi ekki sem minnst á verðmæt bæði útivistarsvæði og náttúrusvæði og svo líka framtíðar uppbyggingarsvæði. Takk fyrir. Takk fyrir það, Haraldur. Gott mál. Það fyrir að ljúka kynningunum. En þetta er skoðanakönnun eða viðhorfskönnun sem Maskína vann fyrir vegagerðina. Við vildum vita svona hug landsmanna almennt og þess að þið sjáu hérna það var 76% hlynnti því að Sundabrautin verið lögð og sumir hér inni hafa beðið síðan 75 heyrði ég. Og þið sjáu kannski að þetta er svona almennt heilt yfir en það er svona mesta andstaðan við Sundabrautina að hún verið lögð yfirleitt hér í Grafarvogi og það eru þá 14% sem eru hreinlega andvíg því. En að samanskapi eru þetta samt sem að 69% Grafarvogsbúa sem eru hluti því að fara í þessa framkvæmd. Við spurning líka hvort að það skiptir fólk miklu eða litlu máli að gangandi getur farið Sundabraut og eins og við sjáum þarna þá skiptir það miklu máli fyrir flesta nema það skiptir minnstu máli fyrir ykkur hér í Grafarvogi. Ég veit ekki hvort að bílaeign sé almennar eða hvernig því er hattað, en það skiptum ekki máli að veðurfarið. En allir þá spyrjum við líka Hélandi og það eru töluvert fleiri sem telja að það sé mikilvægt að Sundabrautin sé fyrir hjólandi, en að samanskapi aftur þá er svona minnstur áhugi á því hér í Grafarvogi. En svo spurðum við líka hvort að fólk teldi að það myndi nota Sundabrautina og þá aftur sker Grafarvogur sig úr frá öllum hinum að það er fjórðungur sem telur að minni nota Sundabrautina á hverjum degi og 38% sem munu nota hana einu sinni til 5 sinnum í viku. Þannig að þetta er töluvert svona öðruvísi viðhorf til þess hér heldur en eins og ég sjáum annar staðar. En ég held að við bara klárum þetta með þessu og vindum okkur í spurningar. Við verðum þarna með hljóðnema sem við færum ykkur og vinsamlega kynnið ykkur áður en þið spyrjið og hérna það verður hauður á sérfræðingum hérna til þess að svara fyrir þetta. Þið standuðu hérna fremst við erum að reyna að koma þessu í gagnið hérna Andri Hald og þessum og hvað er Sigga hérna. Og það var bara spurningum hver villir ég að vaðið. Það eru margar hendur á lofti. Daginn, Sigrún Ástætt ég og er íbúi hér í Grafarvogi. Gaman að sjá hversu margir
sá sér fært að mæta. Þetta nú annar fundurinn sem ég mæta og ég fór líka upp á Kjalarnes, en eins og þetta horfir við mér þá virðist að vera að við Grafarvogsbúar munum borga fyrir þessar 12 mínútur mjög dýru verði. Og kannski best að taka því fram að ég hlynnt Sundabraut og ég hafði sagt já við því að ég vilji Sundabraut. Það hins vegar útfærslan sem að ég geri miklar athugasemdir við og nú búin að reyna að grafa í gegnum gögnin og hérna kannski ekki mikið tími gefist til og ég gæti alveg örugglega verið fram í febrúar að því. En það sem kannski vakti athygli mína strax var þessar yfirlýsingar að það myndi engin umferð flæða inn í Grafarvoginn. Það leit hreint út sagt út með við umræður að brúin væri fyrir okkur, bara okkur. En þegar ég skoða gögnin í vefsjáni, takk fyrir vefsjána, að þá engin valmöguleiki á neikvæð áhrif nema á framkvæmdatíma. Þannig að ekki varanleg neikvæð áhrif á umferð innan Grafarvogs, ég náttúrulega horfið bara Grafarvoginn núna. Hins vegar sá ég það í glærunum að það var metið sem svo að það yrðu neikvæð áhrif á umferð og með við gögnin í hérna vefsjáni þá það bara niður í spurningu. Já, hvernig getið þið metið það sem svo að það verði ekkert flæði umferðar inn í Grafarvog þegar við vitum það að Mosfellsbær keyrir í gegnum Grafarvoginn í dag á leið í vinnu. Ef við miðum við það að þetta sé samkvæmt aðalskipulagi þá hugsa ég aðalskipulag eins og það í dag eða Blikastaðaland, Úlfarsárdalur utan vaxtamarka sem miða við áætlanir gerum við ráð fyrir, Keldnaland, áætlum við ekki að neitt af þessu fólki sé að fara Sundabrautina til vinnu í það sem fólk sem keyrir Sæbrautina. Takk fyrir spurninguna, við skulum fá svar. Ég ætla bara að leiðrétta þetta varðandi neikvæð áhrifin. Það ekki merkt við og það kemur hvergi fram að það séu neikvæð áhrif á umferð, það eru neikvæð áhrif á framkvæmdatíma. Það eru tvenns konar merkingar í þessari töflu, það eru neikvæð áhrif á framkvæmdatíma en jákvæð áhrif heilt yfir á Sundabraut. Verulega jákvæð, talsverð jákvæð eftir útfærslu. Það ekki neikvæð áhrif á rekstratíma. Það ekki með þannig. Svo þennan mann, svo þennan eldra. Þessi náður hérna. Eins og ég lýsti þegar ég fór yfir glæruna með varðandi umferðarmálin í Grafarvogi þá ekki teknar þarna inn mótvægisaðgerðir sem eru mögulegar en mótvægisaðgerðir hafa hins vegar verið prófaðar í líkanútreikningum og það sína árangur, það hægt að minnka umferð, hún mun aukast, umferðarflæðið breytist með tilkomu Sundabrautar og hún mun aukast á einhverju stöðum, hún getur náttúrulega aldrei horfið, hún eykst á einhverju stöðum inni við Laugarnes við gangalaust á öðru stöðum inn í Laugardal ef við veljum brúarvalkostin. Þannig að það alveg ljóst að umferðarflæði breytist. Já, þá skulum við kannski bara fá... Já. Sæl, ég heiti Bryndís og svæðisstjóri höfuðborgarsvæðisins hjá Vegagerðinni. Ef maður skoða þessar lausnir fyrir Sundabrautina, þá sér maður það svona, ef við byrjum á Hálsveginum, það viðsnúningur. Hún minnkar nær Vesturlandsvegi og eykst nær Sundabraut, en það að því að umferðarmynstur í Grafarvogi að breytast. Það eru margir í dag sem keyra út á Vesturlandsveg til að komast inn í Ártúnsbrekku. Þetta fólk myndi freka fara inn á Sundabraut. En hins vegar sjáum við í báðum valkostum að það eykst umferðin á Strandvegi og Borgarvegi og það eitt af því sem að Ragnhildur var að tala að við erum að skoða mótvægisaðgerðir til að draga úr því. En heilt yfir erum við ekki að sjá að Mosfellingar séu að keyra í gegnum Grafarvoginn til þess að komast á Sundabraut. En það má líka taka fram að við erum ekki með framlengdan halsveg eða neitt slíkt inn í þessu líkani, en það höfum ekkert verið að skoða það í tengslu við Sundabrautina. Flottur, takk. Næsta spurning. Ég heiti Dilja og ég bý í Grafarvoginum og mér langar að spyrja að við sem var að fara að byggja Sundabraut, akkur var það að byggja blokkir í Gufunesinu?
það hefur legið lengi fyrir að byggja upp í Gufunessinu og það að segja að Sundabraut lögð út kannski eins og hann að líta út núna fyrst fyrir 25 ára síðan og þá var gert ráð fyrir 3000 íbúða byggð í Gufunessi þrátt fyrir og með Sundabraut. Þannig að það alltaf legið fyrir svo ákvörðun að vera með íbúða byggð eða blandaða byggð eða eitthvað uppbyggingu í Gufunessi. Já, takk fyrir það. Við skulum fá spurningu hér. Það verið svolítið að rjótt að handa aftur í svo mörg að við náum ekki alveg að fylgjast með ykkur. Við þar næstur. Góða kvöldið, ég heiti Hjörtur Stefánsson, búinn að búa hérna í Korpu hverfinu í 25 ár. Nú, við leggjum litla áherslu á það að við getum hjólað eftir brúnni því að við þekkjum særokið sem gengur í norðanátt yfir Geldinganessið og ég vil gjarna vilja sjá vindmælingar ykkar í 22 metra hæð fyrir hærri brúna af því að því virðist að það slá göng á borðinu með því að það sé ekki gott að hjóla í göngum. Þá kalla ég eftir vindmælingum í 22 metra hæð þarna uppi. Nú, ef það ætlar einhver að færa rök fyrir því að þetta bæti náttúrulíf eða útivist, þá hefur sá maður aldrei komið upp í Grafarvog. Við fluttust ekki hingað til þess að miða við 55 desibela hávaðamörk eins og fyrir valsvæðið við Hringbrautina. Við vorum að sækjast í náttúru, útivist, fuglalíf. Þetta fer allt saman, meira og minna, með þessum grjótgörðum, því að það þrýst eftir. Hvaða mótvægisaðgerðir ætla að grípa til vegna hávaða það sem þetta þvera frá Geldinganessi og yfir í Þernunnes? Það stoðveggir? Ekki segja okkur svona vitleysu. Þið verðið að byrja á nýrri hugmynd, ekki 50 ára gamalli dellu. Takk fyrir það. Ragnhildur. Bara rétt aðeins varandi hljóðvistina. Þetta náttúrulega virkar kannski svolítið svona ferkantað að setja þetta svona fram, en þetta einhver síður aðferðirna sem við höfum. Við erum að meta áhrif á útivistarsvæði út frá alls konar þáttum. Við erum að meta áhrifin út frá því, erum við að hafa slæm áhrif á hljóðvist, erum við að hafa slæm áhrif á loftgæði, ásýndin að breytast og svo framvegis. Við getum engan veginn lagt mat á það hvort að við erum að byggja mannvirki sem eru ljót eða falleg, það ekkert okkar að leggja mat á það. En hvað útivistina varðar og hljóðvist þar, þá eru áhrifin á hljóðvist samkvæmt líkanútreikningum sem að miða alltaf bara við þessa umferð sem við erum að sjá, þau eru óveruleg. Það ekki mikil hækkun á hljóðstigi á þessu svæði sem þú ert að nefna frá þessum hlutum 2-4 frá norðurhluta Gufunes og upp á Kjalarnes. Á þeirri leið eru áhrifin óveruleg á hljóðvist. Svona svo í svari þessu bara sem snýrað hljóðvistinni. Kannski líka náttúru farið hvernig það breytist? Kannski vindin örstutt. Það er búið að vinna líkun til að skoða áhrifin af vindafari á bæði hærri og lægri brú og það að ljóst alveg að ef það er rok og það er hvasst þá munur ekki farið í brúna í svoleiðis aðstæðum, en það ekkit að ræða marga daga árið. Það einhverju dagar árið það sem svona samanborið við gula veðurinn, það sem þetta fer yfir 15 metra á sekúndu kannski, það viðmið. En við erum ekki að tala um einhverja helmingar ára en svoleiðis. Það einhverju dagar, 10, 20, 30 kannski, ég veit það ekki, það svona eftir að meta nákvæmlega. Það líka háð mótvæðisækjurum, það þetta að fara í mótvæðisækjur og fleira. Og þessar lausnir eru þekkta líka erlendis, menn þetta þekkt í Noregi, Skandinavíu. Það menn að byggja brúu Sund og Firði sem eru með sama vind að fara við sumstaðar á vesturströnd Noregs, Noregi. Það er líka alveg þekkt að leysa svona brúlausnir fyrir gangandi hjólandi í sambærilegum aðstæðum. Já, lífríkið, svo ég bara rétt kom inn að það varandi lífríki, fugla og annað slíkt. Ég tók það fram að allstaðar það sem kemur fram í sérfræðiskýrslum líffræðinga varðandi áhrif á fuglalíf og annað lífríki. Þar sem að koma fram neikvæð áhrif, þar allstaðar lagðar fram vöktunar aðgerðir og þá viðbragðsáætlanir í framhaldinu ef eitthvað
ef að neikværa áhrifa verður vart. Í sumum tilfellum er auðvitað ekki hægt að bregðast við, það er ljóst, en það er alltaf lagað til mótvægisaðgerðir ef að þær eru mögulegar. Takk fyrir það, gjör svo vel. Og kvöldið, Jóhann Páll heiti ég. Ég gerði þetta á sínu tíma og þið kannski vitið ekkert af því. En þegar ég fekk lögmann í málið, þá kom miklu meira fram. Það átti ekki, var í upphafi. Þess vegna finnst mér eins og núna hjá okkur, þið eru ekki að tala Hadsveginn. Fólkið til dæmis í Hömrónum, Stakkhömrun, þeir fá veginn beint fyrir utan húsið á sér. Hvernig finnst ykkur að vera með 55 decibel að háa það jafnvel herri fyrir utan glugga hjá okkur. Og svo annað að ég finnst Vegagerðin vera að þröngva þessu brúar dóti inn á Grafarvogsbúa. Þetta var búið Takk fyrir að við skulum vinna að fá ég til þess að svara þessu. Já, ég skal bara fá skýringa við þessu. Já. Ég ætla bara að klára þetta. Ég vil fá að vita hvers vegna alltaf haldið áfram með þessa brú. Ákveður ekki hægt að fá þetta í göng fjarri íbúabyggð. Þá er málið dautt. Takk fyrir. Það var einhvert sannlega, næst. Sigrid. Já. Bara svo því sem haldið til haga, já, Helga Jóna heiti ég og verkefnisstjóri Sundabrautar hjá Vegagerðinni. Svo því sem til haga haldið, þá erum við bara að vinna eftir samkomulagi ríkis og borgar það hvernig þetta mál verður leitt til lykta í umhverfismatsskýrslunni og ég hvet ykkur endilega til þess að kynna ykkur hana og kynna ykkur samantektarskýrsluna sem lá hérna frammi. Þá eru þessir valkostir, brú og göng alveg bornir saman til jafns. Mér þætti vænt að fá ábendingar ef við erum ekki að gera það. Við teljum okkur alveg vera að gera það og Skipulagsstofnun hefur ekki gert athugasemdir við gögnin eins og við leggjum þau fram og þennan samanburð og það er bara í samræmi við þetta samkomulag. Það var fleira. Kannski bara bæta eins viðvarandi og talar að sé verið að þröngva þessari brú á Grafarvogsbúa. Við náttúrulega erum ekki að tala sömu brúna og varum að tala 2008 eða 95. Eins og Haraldur sýndi á skipulagi þá var 55 metra há brú sem kannski á aðalskipulagi þetta milli Klepps og Holtagarða. Valkostin sem Vegagerðin lagði til 2007 það var lágbrú innar í voginum. Þannig að brúin í Holtavegi þetta er allt annað mannvirki með allt aðra virkni heldur en það sem hefur áður verið gert. Já, við skulum vera að fá aðra spurningu, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, Ingólfur Hermansson heiti ég. Í umferðarmódelinu þá var sýnt að Hallsvegur myndi ekki tengjast Vesturlandsvegi. En síðan þegar var verið að sýna aðalskipulagið að þá var það tengt Vesturlandsvegi. Þetta náttúrulega gjörbreytir umferðarmódelinu, hlýtur að vera og hlýtur að stórauka umferðina þarna í gegn mitt hverfið. Ég vil bara fá skýringu á þessu og líka hvernig ætlið að ábyggjast að Hallsvegur verði ekki tengdur þarna við Vesturlandsveg? Og ég ekki að byrja? Jú, hafðu mikrofónið nær. Já, að framlengja Hallsveginn út á Vesturlandsveg er ekki forsenda fyrir Sundabraut og þetta hefur ekki verið forsenda inn í vinnunni í því verki. En kannski rétti ykkur mikrofónin varandi aðalskipulagi, þetta er náttúrulega á aðalskipulagi, en Vegagerðin er ekki að leggja vegi nema að gefnu samþykki og samvinnu viðkomandi sveitafélags. Já, það er rétt að Hallsvegur er inn á aðalskipulagi og framlenging hans að sem sagt Vesturlandsvegi og svo möguleg framlenging að Sundabraut. En það er eins og að gert ráð fyrir því aðalskipulagi sem er kannski óvanlegt og þetta er kannski eini gatan í borginni sem er sérstaklega tekið fram að eigi að vera 2 akrina og það var sett inn held ég í kjölfar athugasemda við Sundabrautaverkefni 2004 í framhaldi þess. 2 akbrautir, já. Eini hvora átt er sagt í aðalskipulaginu og það stendur þannig en tenging Hallsvegar milli Víkurvegar og Vesturlandsvegar það er sem sagt samkvæmt aðalskipulag þá gert ráð fyrir að þeirri tengingu geti komið í framtíðinni.
Já, flott, takk fyrir það. Það eru margir með upprétta hand hérna. Hérna komum mikrofónu svo hérna og svo tökum við fólk í bleiku. Takk fyrir, Trausti Díði Harðarsson. Ég er með 2-3 mjög hnýtt með spurningar. Það við vist að greiða fyrir að keyra þennan veg í 30 ár. Hvað hérna áætliði að við eigum að greiða mikið og hvar mun gjaldtakan fara fram, fara göngunum. Kannski ég fæ bara að henda spurningunum öllum mennina fram. Með umferð frá Vesturlandi sem að fara á Suðurlandið. Samkvæmt allavega þegar ég kíkja kortið, þá myndi ég alltaf keyra frá Vesturlandi gegnum Grafarvog til Suðurlands og ég verið fara Selfossi að fara út á land, þá myndi ég keyra í gegnum Grafarvog og fara þannig í Sundabrautina. Tókuð eitthvað tillitið þess að það sé rauninni styttra að stytta sér leiði gegnum Grafarvoginn heldur en að keyra Mosó eða fara inn í Sundabraut og eins sem að býr í efri hverfum Kópavogs eða Árbæja þá erum við trúlega að fá straum í gegnum Grafarvoginn. Kannski þriðja, ég vinn svo mikið í Ameríku og þar færum alltaf að sjá flæðandi kort, hvernig hreyfingin hvað gerist ef þessi brú eða þessi umferðarmannvirki er gerð, þá kemur, þannig að maður fær að sjá hvað er að gerast á hverja einustu götu. Þetta setja eitthvað svoleiðis fram hjá ykkur, hjá vegagerðinni, þannig að við getum bara séð hvað þýðir þetta fyrir halsveginn og ég ætla líka að taka undir það sem að síðasti ræðum að vera að tala um. Þetta verður að sýna okkur hvað gerist þegar halsvegur verður bætt við og kannski fjórða og síðasta af því ég keyri nú alltaf Sæbrautina. Ég á ekkert vona því að þeir sem koma frá Akranesi eða eitthvað að fara í Háskóla Íslands að þeir keyri niður Sæbrautina til þess að fara, það er búið að loka allir niður í bæ, það er svo þröngt þannig að keyrir aftur upp á Miklubraut. Það er engin önnu umferðarmannvirki til að taka á móti. Þú veist, hvernig hafið við hort í þetta líka? Já, takk fyrir það. Einhverju er þórið í þessu? Það er rífast það. Þetta eru svo margar spurningar ég reyna að muni þetta. Gjaldtakan var fyrst. Það er í rauninni ekki okkar höndum að ákveða hvernig gjaldtakan á að vera. Það er eitthvað sem fer fyrir alþingi og ákveða það. Eina sem við vitum að það eru setta þessa forsendur inn í verkið að það eigi að standa undir gjaldtöku. Frjálsa flæðið og hvort að fólk sé að lenda í stoppi á Sæbraut eða öðrum umferðarmannvirkjum. Það kom fram í kynningunum að það er forsenda að alla framkvæmdir sem eru samgöngusáttmálunum verði gerðar samhliða enda á honum að vera lokið 2040 og inn í því er stokkur og Sæbraut þannig í rauninni ef maður er að horfa á Vesturlandsveginn frá Kjalarnesi og Sundabrautin er komin og Sæbraut og stokkur er komin og það er búið að gera meistlega gatnamót á Reykjanesbraut Bústaðavegi og það er búið að laga umferðarteppunar á Reykjanesbraut í Hafnarfirði sem er allt verkefni samgöngusáttmálans að þá er komið frjálsflæði á þessari leið. Þannig að þú átt að geta keyrt eftir Sundabraut inn á Sæbrautina, upp á Miklubrautina og þar er líka verkefni samgöngusáttmálans að setja jarðgöng á Miklubraut sem koma síðan upp á móts við nýja Landspítalann. En hvað með selfisingin sem á kærustu Akranesi? Hvað segir selfisingin? Já, og fer í gegnum Grafarvoginn, sagði maðurinn. Sko í rauninni sína líkana keyslur að því líkan er bara mjög svart og hvítt og það horfi bara á tíma og hvað kostar það fyrir mig að eyða tíman mín með bíl og keyra og líkanni sýnir að þessi aðili myndi keyra Suðurlandsveginn og gegnum Mosó upp á Kjalarnes. Segir líkanni, ok, hérna og fyrir 2 viðbót hérna og svo er ein hérna á kantinum. Ja, hej, jeg heter Ian, og jeg bor i Guðnes, og jeg taler á ensku, det er mer øvrigt for mer. We live in Guðnes, so we live about 100 meters away from the proposed Sundabraut highway, if it goes ahead as a road. I have 2 quick questions. I would like to know specifically what is going to be done to mitigate health impacts that are going to be caused and exacerbated by such a massive construction project and the use of it afterwards when people are breathing concrete fumes, diesel fumes, truck fumes. How is that going to be mitigated and assessed on the actual impact on people's lives living so closely? And secondly, if anybody goes into Guðnes now, and I encourage anybody to do that, you will still see signs around the neighborhood that label Guðnes as Einstök Náttúra, a natural pearl. Would you recommend that we go and tear those signs down now? Because more and more as time goes on, that feels like a middle finger more than anything else. Yeah. Would you like an answer in English or Icelandic? Okay. Either, okay. Þá tökum við þetta bara á íslensku.
varðandi mótvægisaðgerðir vegna loftgæða þá í raun ekki talin þörf á því verði Kleppsvík þveru með brú en við gangalausnina þá ljóst að þá þarf að bregðast við en það mögulegt og það hægt að bregðast við, það hefur ekki verið útfært nákvæmlega því það eru margar lausnir í boði til þess að bregðast við hækkun á versnandi loftgæðum. Það eru ýmsar lausnir í boði. Það sem við gerðum var að skoða loftunarturna og það virkar og þannig hægt að halda, við höfum alltaf bara þessi viðmið, aftur virkar mjög ferkantað en við höfum alltaf bara þessi ákveðnu viðmið, reglugerða viðmið varðandi loftmengun, þau náttúrulega eru til þess gerð að lýðheilsa íbúa sé tryggð og með því að bregðast við með þessum hætti, þá hægt að tryggja að loftgæði séu innan viðmiðumarka í Gufunesi. Hitt atriðið var varðandi náttúruparadís Iðuey. Það eru áhrif, en það reynt að bregðast við á allstaðar þar sem að verða neikvæð áhrif og áhrif á náttúru, þetta eru alltaf staðbundin áhrif, þetta eru má segja takmörkuð áhrif, en þetta vissulega breytt ásýnd og þetta breytir mörgu í Gufunesi. Það ekkert verið að reyna að fela það í gögnunum, en ég held að sé ekki ástæða til þess að hafa áhyggjur af loftgæðum. Það hægt að bregðast við því með þekktum verkfræðilegum lausnum. Og hljóðvistin hefur ekki sýnt sig að verða vandamál þarna. Flott, takk fyrir það. Næsta spurning hérna. Já, gjör svo vel. Bryndís. Já, Bryndís Haraldsdóttir. Þáttur pólitíkur svo næst. Afsakið, Bryndís Haraldsdóttir heiti ég. Ég byrja að þakka fyrir mjög fræðandi og góðan fund. Ég með eina spurningu. Einhver munur á gangna eða brúarlausninni út frá áhrifum á Ártúnsbrekku? Já, stuttasvarið já, það munur. Brúarlausnin dregur meir úr umferð á Ártúnsbrekkunni. Og það eiginlega út af því að það eru tvenn gatnamót í Grafarvogi, þannig að Grafarvogsbúar munu frekar nýta sér brúarlausnina ef maður horfir út á niðurstöðum umferðarlíkansins. Gott. Hérna. Það fyrst hérna og svo ég að reyna að horfa á ykkur. Sigríður. Stutt. Já, takk fyrir Sigríður Andersen, ég þingmaður kjördæmisins. Mér langar að spyrja varðandi þessa mótvægisaðgerðir, hvort að þið reifa nokkrar hugmyndir slíkar, en myndi það, hversu víðtækt þær geta verið, myndi það til dæmis vera mótvægisaðgerð sem þið hafi skoðað í tengslu við þennan halsveg sem ég skil að menn hafi áhyggjur af að aukist mikil umferð, til dæmis væri það mótvægisaðgerð að setja hann til dæmis í stokk, ekki endilega kannski í framtíðin eitthvað svona, það hluti, gæti það verið mótvægisaðgerð eða hefur þetta verið skoðað eitthvað í þessu sambandi? Takk. Við höfum náttúrulega kannski ekki verið að skoða þetta með halsvegina því við höfum ekki gengið út frá því að framlengja hann inn á Vesturlandsveg og þar að leiðandi ekki mikil viðbótar umferð að koma inn á halsvegin í greiningunum okkar. Við erum að sjá tilfærslu innan hverfana eins og ég lýsti áðan, þannig að þessi vinna hefur ekki átt sér stað. En við vitum að stokkarlausnir eru dýrar en það eru gerlegar en þetta bara eitthvað sem þyrfti að skoða í framhaldinu ef að halsvegur framlengdur út á Vesturlandsveg sem þá meira kannski byggðaþróunarmál heldur en Sundabraut. Takk fyrir það, reynirni uppi, Guðlaugur, svo kemur þú. Já, ég heiti líka Guðlaugur og ég búin að búa hérna í 20 og eitthvað ár. Ég svona tildulega jákvæður gagnvart Sundabraut en hef áhyggjur af flæði í gegnum hverfið til lengri tíma. Það mjög spurninga til framkvæmdaraðila, er Sundabraut öll byggð í einu eða getum við lent í því að lent í 5 ára tímabili eða 20 ára tímabili sem bara brúin komin eða bara fyrsti áfangið annar því að það breytir mjög mikið í gegnustreymi í gegnum hverfið. Já, takk fyrir spurninguna. Öll vinnan miðast við að brautin verði bara byggð í einum áfanga og við erum að horfa á einhvern 5 ára framkvæmdatíma þannig að það verður unnið á öllum vígstöðum í einu og það ætti þá að lágmarka áhættuna á því að einhver hluti eru tekin í notkun og aðri stæðu óraskaðir langa framtíð. Takk fyrir það, Guðlaugur Þór. Ég ætlaði að reyna að ná þingmannaþrennu, það mjög stórt. Já, þetta tím okkar sem heitum Guðlaugur núna. Já, einmitt.
En takk fyrir góða kynningu og gott að það sé komin staðverkefni sem sannarlega nauðsynlegt, en ég eins og aðrir hef áhyggjur af ekki að útfærslunni bæði hérna og hinum megin. Ég er með 3 spurningar. Fyrst, að því ég keyri nú Sæbrautina mjög oft og það er mikil umferð á núna, og í þessum forsendum ég skilði það rétt, búin að mæta allar kynningarnar árið 2040, þá er gert ráð fyrir þessi 70.000 bílar á Ártúnsbrekkunni, 30.000 í Sæbrautinni, en sem manni fann svolítið skrítið að það var ekki meira, en það er vegna þess að þá verða 30.000 að fara í borgarlínu. Það myndi þýða hins vegar sko að við værum fara á 4% í 14% í almenningssamgöngum, sem væri stórkostleg breyting eða gríðarlega mikið breyting og sjaldan sést. Hafa menn eitthvað skoðað það aðra sviðsmynd ef að þetta svo mjög metnaðarfulla markmið myndi ekki nást? Hvaða afleiðingar hefði það? Og síðan númer 2, að land er auðlind og þetta er kannski meira til borgarina, því að Geldinganesið hefur náttúrulega litið á þessum framtíðar svæði fyrir byggð, en þegar þú horfir á útfærsluna ykkar, þá minnir þetta svolítið eins og þetta var þegar að áður en menn byggðu yfir Hamraborgina. Hvaða áhrif hefur þetta á gæði landsins, þar sem verðmæti landsins, og svona hafa menn eitthvað skoðað þann þáttinn? Og svo í 3. lagi þá koma Jón Þorvaldsson, fyrrverandi hafnarstjóri, á fund, og hann nefndi, sem að ég áttaði mig nú ekki á, að þegar kemur að brúarsmiðinni, að þá er bannar framkvæmdir út að Laxagengd hálft árið. Verður ekkert snúið að fara í brúna ef menn ætla að halda þeirri reglu, en við erum eina höfuborgin í heimi sem er ennþá með villtan laxastofn. Ég skal kannski byrja að svara með umferðina. Líkön okkar sýna að þetta eru 40.000 bílar, cirka bát, á Sundabrautinni. Þá verða rúmlega 100.000 bílar í Ártúnsbrekku, það munar svolítið hvort þú ert að horfa jarðgöng eða brúna, 100 til 110.000 bílar. Ef við horfum, að því ég skoða þetta sérstaklega eftir samtali við því í gær, þá fór ég að kíkta á líkanið, ef maður horfir á þennan ás í borginni og leggur saman umferðin á Vesturlandsvegi og Sundabraut, að þá erum við að ná 10% hlut í almenningssamgöngum á þessari leið. Ef þú horfir heilt yfir á höfuðborgarsvæði 2040, þá erum við að ná 7%, þannig við erum ekki að ná þessum 12% sem er markmið svæðisskipulagsins. Það er bara mjög góð spurning, og þetta markmið hangi líka náttúrulega bara á byggðaþróuninu sem er að fara að eiga sér stað á þessum kafla. Það er mikil uppbygging, bara eins og Haraldur kom inn á Höfðanum, Keldnalandi, Blikastaðalandi, og það er náttúrulega það sem er að búa til þess að viðbúta ferðir, sama hvernig samgöngumáta það eru. Þannig að þetta er bara sviðsmyndagreining sem við þyrftum að fara í framhaldinu. Já, það voru fleiri spurningar. Já, með Geldinganesið, eins og ég kom að áðan, þá eru við ekki hjá borginni sátt við þessa legu sem syndir svona austarlega á nesinu. Við viljum sjá hana vestar, þannig að við séum ekki að skerða besta byggingarsvæðið eða besta svæðið til að nýta í Geldinganesi. Þannig að við leggjum áherslu í framhaldinu að þessi færsla til austurs verði tekið tilbaka, þannig við endum á sama stað og við erum í gildandi aðskipulagi. Laxinn, var búið að svara honum? Já, varðandi brúna og framkvæmdatímann, eins og Helga Jóna kom inn á hann, þá er verið að hugsa 5 ára framkvæmdatíma og brúin tekur vantilega ekki alveg allan tíma, hún er kannski 3-4 ár, og það er rétt að það er ekki hægt að vinna hana í Kleifsvíkinni allan þann tíma, það er hluti árin út af fiskum og svona, en öll brúin er heldur ekki yfir Kleifsvíkinni, hún er hluti á landi báðamegin, hluti af verkefnunum hluti af brúarsmíðin hefur ekki áhrif á laxfiska eða uppgöngutíma, þannig er kannski á yfirborði þegar búið er að brúa orna, þannig að þá alveg er að framgána þetta að byggja brúnaðan yfir með hléum og í áfengum í sjálfu sér, og það er alveg aftur þekkt líka erindis frá að eiga við svoleiðis hluti. Takk fyrir það. Bara minn ykkur á að við þurfum að fara hérna mjög fljótlega, þannig ég get ekki tekið mjög margar spurningar af því að það koma bíógestir, en þú ert næstur, svo hér og fyrir hana. Já, Þorsteinn Jóhansson heiti ég og bý hérna í Grafarvogi. Þetta er nú kannski ekki beint spurning, meira svona ábending eða hvatning sem snýr á loftgæðum.
bara meira ábeiting var þetta sem snýr á loftgæðum, þá ekki á rekstrartíma, þegar við fyrir komin á heldur á framkvæmdatíma. Þetta er mjög stór framkvæmd og búast við sko verulega mikil ryggmengun á framkvæmdatíma. Það eru til alveg þekktar aðferðir til að takast á það og bara hvetja ykkur til að setja pening í það. Takk. Bara þökkum, já, við bara þökkum fyrir ábendinguna. Hérna fyrst, já, og svo, við tökum 3 enn, hann byrjar hérna og svo þú. Ok, ég heiti Ólafur Sverrisson, íbúi í Hamrakverfi. Hver er áætlaða líftími brúar og hver er áætlaða líftími ganga? Í grunninn eru svona, já, vega eða samt brúa og gangarframkvæmdir hugsaðar ekki vegið brýr til 100 ára og göngur eru líka til 100 ára ekki, held ég að sé. Það séu bæði sent, hönnunarlíftími er 100 ár í báðum tilvikum, þannig að það er sambarlegt fyrir bæði. Ég ætla ekki að ágjöra því, Gjörðu Sól. Góða kvöldið, Hjálmar Hlöðarsson heiti ég. Þegar maður lítur yfir hópinn, brú eftir 10-12 ár, þá búið að fækkum hópinn hérna 10-12%. Þannig að við komum aldrei með til að keyra kannski. En annað, ég er jákvæður á Sundabraut. Hallsvegur þarf hins vegar að færast dálítið lengra frá byggð því þið ætlið á 30 metra dýpir í gegnum sorpið því þarna var gamall vogur. Eða skoðið gömul kort, það var mjög djúpt aðna neyra á sorpið. Spara 1 miljard bara þar og ég er inn á Sundabraut. Takk fyrir það. Hérna, ein hérna og svo, já, þarna, já, gjörðu svo vel og svo 2 viðbót og síðan verðum við bara hætta því miður. En þau verða frammi, minningur á það, þau getið talað 1 á 1 og fengið ykkar eigin persónulegu svör. Já, góðan daginn. Ástrós heiti ég er íbúi hérna í Gráinum. Mig langar að spyrja ykkur af því að mér finnst algjörlega óásættanlegt að við séum að tala þessa útfærslu. Við Gráarsbúum að borga fyrir þetta með veggjöldum og við líka að borga fyrir þetta með lífsgæðum. Ég bara segi farið með þetta eitthvað og komið með eitthvað annað. Eitthvað annað verður að fara meiri í göng og þá er ég ekki að tala þessi göng sem þið eru að skoða hér. Þetta þarf að fara í miklu lengri göng og ég vil spyrja að því ég held að standa eitthvað stærri skýrslunni en hún er 400 eitthvað blaðsíður og ég er ekki alveg búin með hana en mig langar að spyrja voru aðrar slíkar aðferðir metnar og hvar liggja þær skýrslur? Hvar get ég er viðskiptafræðingur, minnst rosa gaman að skoða tölur, hvar get ég séð hvað slík arðsemi slíkun eru og þá myndi ég vilja sjá betri vegtengingu við Mós og aðra staði af því að sem íbúi Grái þá munum við ekki sætt okkur við þetta og þið hafið alveg séð hvernig Gráarsbúar bregðast við þegar við erum ekki sátt. Já. Varðandi lengri gangakosti þá þeir eru til umfjöllunar í skýrslunni meira sér framalega í skýrslunni. Þar er fjallað þá valkosti sem hafa verið til skoðunar áður og þar eru líka röksemdi fyrir og þetta er líka að finna í matsáætlun sem eru fyrra stig umhverfismatsins. Það er fjallað það þar af hverju þetta eru valkostirnir sem standa eftir. Það er að segja þessar útfærslu sem við erum fjallað hér, lengri gangavalkostir, ef við erum að tala frá Sæbraut og þá væntanlega koma upp í Geldinganesi eitthvað svoleiðis, þá þú ert kannski ekki lengur að uppfylla markmið framkvæmdarinnar. Þú ert þá ekki með neina tengingu lengur við Grafavoginn í göngum. Já, en sko, það eru önnur atriði, það eru líka önnur atriði, svo bara vegtæknilega atriði sem gera það verkum að það eru takmarkanir fyrir því, svo Andri kom inn á, það eru takmarkanir fyrir því hversu löng göngin geta verið. Það kemur líka inn á kostnað og það hvernig á gjaldtaka á að verða af verkefninu. En lengri brúarvalkostir hafa og eru til umfjöllunar í skýrslunni. Það er að segja
í raun og veru, já, jarðgangakostir, þeir eru til umfjöllunum í skýrslunni og ástæðunum fyrir því að þeir eru ekki með í umhverfismatinu. Sko, til þess að bæta hans við, í jarðgangakostinum eru að fara undir ruslahögin eins og kom fram hérna áðan og það eru bara ákveðin skilyrði sem við þurfum að uppfylla. Talaðu herra Bryndís, já. Ákveðin skilyrði sem við þurfum að uppfylla varðandi bratta á römpum upp og niður í jarðgöngum og við náum bara ekki að tengja Grafarvoginn inn í því jarðgöng nema að fara að taka ykkur mikinn krók upp á Gufunes eða eitthvað svoleiðis. Hvað er þetta ekki 1,5-2 kílómetrar sem þurfa til að komast upp? Eitthvað svoleiðis. Við skulum, sko, vegtæknilega atriði getið rætt við þau hérna frammi, svona alveg nýtt í gritti. Við ætlum að taka 2 spurningar og svo verðum við að fara því að annars verður við að horfa á bíómyndina. Byrja hér og svo ert þú síðastur. Já, Tinna heiti ég bý í Gufunesi og sé fram á að geta gefið vegfarendum bara svona high five út eldhúsgluggann og hef gríðarlega miklar áhyggjur augljóslega af loftgæðum, svona sjónmengun og hljóðmengun, ekki síst. Ég var með rosalega líkan punkt, ég ákvað samt að taka hljóðnemann til mér langaði að tala í hann. Mér langaði að forvitnast hvort að einmitt, ég hef ekki lesið skýrsluna, hvort að lengri göng hefði verið inn í myndinni og af hverju þau væri ekki lengur inn í myndinni. Er eitthvað fleira sem að þið viljið? Hvað segirðu? Já, og vinkona mín spyr hver ber kostnaða umhverfisleysi sem Valur, þú svo aftur göngin. Já, kannski göngin, ég held að Bryndís fóru vel yfir þetta á hverju möguleikar þeir eru á tengingum hvort sem eru í Gufunes eða Keldinganes og ég bara hvet ykkur til að koma fram á eftir og fara yfir með Andra og Bryndís og Helgu og öllum hérna með að það var þetta að útskýra þetta hvernig þú ferð frá 80 metrum undir sjávarmáli upp í 50 metrar hæði yfir og hvernig þarna til að tengja inn á núverandi gatnakerfi. Það ég held að það sé. Já, það er líka rétt að taka það með engin skömma því að hafa ekki lesið alla þessar skýrslu og heldur ekki vera sérfræðingur í vegagerð og þess vegna erum við einmitt að halda svona fund. En síðasta spurning. Já, Sælverði Dofri heiti ég og barðist í því hérna fyrir 20 árum að berjast móti fjórföldum halsvegi. Barðist á móti því að telja móti barðist á móti því að fá fjórfaldan halsvegi gegnum hverfið og ég er ekki sáttur í þessu svör sem hafa komið hérna að það hafi ekki verið kannað af því að það er ekki forsendur fyrir þessari brú. Auðvitað er þetta líkan þannig að það er hægt að kanna það og auðvitað vitum við það að endanum verður halsvegur tengdur í Vesturlandsveg og tengdur í Sundabraut ef hún kemur hérna gegn. Þannig að auðvitað eigið að kanna það og mér finnst mjög skrítið ef þið vinnið þessari skýrslu og hafi ekki verið það forvitin að þið hafi bara sett það inn í líkanið. Úr því við gerðir eitthvað svolítið fyrir Gulla í gær þá getur alveg gert það núna líka. Þannig að ég vil spyrja ykkur, hafið þið ekki kannað þetta í alvöru? Hafið þið ekki alvöru kannað að hvað myndi gerast þegar halsverður verður tengdur og það eykst þrýstingur á það að fjórfalda hann? Sko í grunninn bara til að svara það sem ég var að kanna fyrir Gulla í gær var bara að ná í gögn úr núverandi líkani og sjá hvaða niðurstaða það eru að höfðu. Halsvegurinn sem slíkur, hann er ekki nauðsynlegur eða þú ert að horfa að Sundabrautin sé að koma eftir 5 ár. En ef það á að fara að byggja meira þarna í nágrennu þá þyrfti kannski að skoða það. En það er í höndum viðkomandi sveitafélags að ákveða hvernig uppbyggingun er háttað í borginni. Við ætlum ekki að bera ábyrgð á öllum. Það er nóg að taka samt og ég vil þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna, fyrir góða spurningar og þolinmæði í tæknilegum atriðum og endilega stoppa við frammi.